Takk fyrir. Ég þakka þér heilagur andi fyrir nærveru þína. Ég þakka þér fyrir að þú ert hingað komin. Og ég bið þig bara að fara salinn. Þú veist á hvaða stað við erum eitt og sérhvert. Viltu opna hjart okkar fyrir því sem þú hefur að segja? Vilt þú tala hér í dag, Drottinn? Og þú getur talað eitthvað, jável eitthvað allt annað en það sem ég hef að segja. Þú getur talað persónulega til hvers og eins og þess bið ég í dag. Ég þakka þér fyrir Jesús að þú ert Herra himins og jarðar. Ég þakka þér fyrir Jesús að blóðið þitt rann á krossinu fyrir okkur. Þú steigst niður til heljar. Þú reist á 3. degi aftur frá dauðum og þú steigst upp til himna. Þú ert konungur konunga og drottinn drottna og í dag skal höfðingja þessa heims útkastað í Jesú nafni. Í okkur á hann ekki neitt. Ég þakka þér fyrir Jesús að þú átt hjarta okkar. Amen, amen, amen. Amen. Yndislegt að vera hérna. Þegar við lesum spámenn Gamla testamentisins, þá sjáum við að þeir spáðu stundum langt fram í tíman. Og við sjáum að þeir fengu ekki alltaf að sjá spádómana rætast. En stundum töluðu þeir strax. Stundum sögðu þeir eitthvað inn í sína samtíð og jafnvel eitthvað mjög persónulegt gagnvart einstaklingum, gagnvart konungum og það var mjög mikilvægt og mjög dýrmætt og nauðsynlegt fyrir konunga að hafa góða, sanna, heilaga spámenn sem þeir treystu, sem komu með Guðs orð, sem leiðbeindu þeim, sem vöruðu þá við og þannig spámaður var Natan í lífi Davíðs. Gaman að nefna Davíð af því Þorgerður var að tala um Davíð hérna áðan. Einu sinni sem oftar talaði Guð til Natans. Og Natan fer til Davíðs með mjög alvarlega viðvörun. En Natan byrjar ekki þar. Natan byrjar ekki á því að segja við Davíð minn, Guð sagði mér hvað þú ert búin að gera. Þú ert nú meiri kallinn, hvernig datt þér þetta í hug? Natan kemur til Davíðs einn daginn og hann segir, ég þarf að segja þér sögu. Og svo byrjar hann. Þessi saga í 2. Samúelsbók, 12. kafla. Og hann segir, í borg einni voru 2 menn. Annar var ríkur og hinn var fátækur. Og þessi ríki, hann átti alveg helling af sauðum og nautum og hann var bara mjög vel stæður. Þessi fátæki, hann átti 1 lamb. Hann átti 1 lamb sem hann elskaði út af lífinu og hann virkilega annaðist það. Hann sá vel þetta lamb og þetta var eins og hjartað í brjósti hans. Svo kemur ferðamaður og kemur gestur til ríkamannsins og þá tímdi ríkimaðurinn ekki að slátra einni einustu skepnu af allri sinni stóru hjörð til að gefa ferðamanninum að borða. Hann tók lambið, þetta eina lamb sem fátækimaðurinn átti og hann slátraði því og hann matreiddi það fyrir ferðamannin. Og þegar Davíð heyrir þessu sögu, þá verður hann reiður. Og hann segir, svona gerir maður ekki. Þessi maður er dauðasekur og hann skal fá að borga fyrir þetta lamb 4-falt. Þá horfir Natan og Davíð og segir, Davíð, þú ert maðurinn. Og það var rétt. Hann var nákvæmur í boðskapnum sínum. Og svo kemur Natan með það sem Guð hafði sagt. Og Guð hafði sagt, hef ég ekki gefið þér í rauninni allt sem hugurinn gyntist? Hef ég ekki gefið þér völd? Hef ég ekki gefið þér auðæfi? Hef ég ekki gefið þér velgengni? Ég hef verið með þér í öllu. Og ef eitthvað hefði skort upp á það og þú hefði bara beðið eitthvað pínulítið meira, þá hefði ég líka gefið þér það. Og svo segir hann, Davíð, þú hefur sofið hjá konu annars manns. Þetta var eina konan hans. Þér standa allar dyr opnar.
Og Davíð, ólíkt Sál sem var á undan honum, Davíð fór ekki í vörn. Þegar Samúel spámaður var sendur til Sáls til þess að segja Sál að hann hefði brotið af sér, að hann hefði gert eitthvað sem Guði mislíkaði, þá fór Sál í vörn. Og þá segir Sál bara nei, það var ekki ég sem klikkaði, það var bara fólkið. Þú veist, ég gerði allt sem drottinn sagði mér að gera, en það var fólkið sem bara þyrmdi bestu sauðunum og nautunum, þeim hafi verið sagt að slátra alls konar, já, ég ætla ekki að fara út í þá sögu. Sál var yfirmaðurinn. Sál var konungurinn. Sál gaf fyrirmælin og fyrirskipanirnar og hann fór bara sína leiðir. Honum fannst óþarfi að hlýða Guði í smáatriðum. Kannski var hann, taldi hann sig orðin svo fastan í sessi að hann mætti bara gera það sem honum sýndist. Og þegar heilagur spámaður sendur til hans, þá fer hann í vörn og þá fer hann að réttlæta sig. Davíð brást allt öðruvísi við. Þegar Davíð heyrir það sem Natan sagði, þá segir hann, Guð, vertu mér náðugur, sakir elsku þinnar. Þetta að finna í Sálmi 51. Hann játar syndir sínar. Afmáðu brotin mín, sakir þinnar miklu miskunnsemi, þvoðu mig hreinan af misgjörð minni. Ég þekki sjálfur afbrot mín. Hann játar þau. Og synd mín stendur mér stöðugt fyrir hugskotssjónum. Svo segir hann, skapaðu í mig hreint hjarta, ó Guð, og veittu mér nýjan stöðugan anda. Varpaðu mér ekki burt frá augliti þínu og taktu ekki þinn heilaga anda frá mér. Það var það sem hann óttaðist. Hann óttaðist að Guð myndi taka frá sér heilagan anda. Natan var oftar áhrifavaldur í lífi Davíðs. Og Salomon, þegar Davíð var orðinn gamall, þá vissi Davíð að Guð hefði valið Salomon til þess að taka við konungsríkinu. Það segir í fyrri krónikubók, 28. kafla og versi 5, þar segir Davíð, af öllum sonum mínum, en drottinn hefur gefið mér marga syni, ég veit ekki hversu margir þeir voru, ég man það ekki, þá hefur hann valið Salomon til þess að sitja í hinu konunglega hásæti drottins yfir Ísrael. Og Davíð segir, drottinn sagði við mig, Salomon sonur þinn skal reisa hús mitt og forgarða mína, því að ég hef valið hann. Þegar Davíð var orðinn gamall, þá upphófst valdabarátta sem enginn hafði séð fyrir. Hálfbróðir Salomons, næst elsti sonur Davíðs, hann ákvað að sölsa undir sig ríkið. Hann ákvað að hann ætlaði að verða konungur. Og hann fer allt og segir bara, ég verð konungur, ég ætla að verða konungur. Og svo heldur hann risaveislu og þetta svo athyglisverð saga. Þetta saga úr fyrri konungabók og ég held ég verið dottin út. Hann heldur veislu og hann býður öllum sínum vinum. Hann býður ekki Natan spámanni, hann býður ekki Salomon, hann vissi alveg hvað hann var að gera. Hann var að halda veislu af því að hann væri orðinn konungur. Og það athyglisvert að í fyrri konungabók, þar sem þessi saga fyrsta kafla, þá segir í 7. versi að Davíð hafi aldrei athyrnt hann. Davíð hafði aldrei sagt okkur hagaru þið svona. Maður les einhvern veginn úr þessum versum, það eins og hann hafi ekki alist upp við aga. Það eins og honum hafi aldrei verið sett neinn mörk. Og það segir að hann var glæsimenni. Og kannski var það sem steig honum til höfuðs. En hann fór á bak við pappa sinn. Og hann heldur þessa risaveislu. Og þá kemur Natan.
fram. Adonía, hann hét Adonía þessi maður. Adonía, hann ætlaði sér embætti sem Guð hafði ekki útvalið hann til þess að sinna. Og hann ætlaði sér að koma sér í þetta embætti í skjóli nætur. Það mun alltaf kosta tjón að vera rangur maður á röngum stað, á röngum tíma. Það mun alltaf kosta tjón ef maður að tróða sér í einhverja stöðu eða eitthvað embætti sem drottinn ætlar manni ekki. Guð hefur áætlun með líf okkar. Og við þurfum að finna okkar stað. Og það ástæðulaust að öfunda fólk af því að Guð hefur sett það á einhvern stað eða bara allt hefur sinn tíma. Guð mun á sínum tíma upphefja þig svo framalega sem þú beygir þig, svo framalega sem þú sýnir auðmýkt, þá mun hann á sínum tíma upphefja þig. Það mun alltaf kosta minni smurningu, jafnvel enga smurningu, að velja rangt fólk í ranga stöðu og það mun alltaf kosta einhverja hindrun. Ekki bara fyrir þá sem viðkomandi á að stýra eða stjórna, heldur líka fyrir einstaklingin sjálfan. Og þetta útspil Adonía varð honum alveg gríðarlega dýrkeypt. Natan kemst á snoður þetta og það stendur ekki hvernig, það stendur ekki hvort Guð opinberaði honum þetta eða hvort hann frétti þetta. En Natan var spámaður sem hafði hugrekki. Spámenn verða að hafa hugrekki. Og þeir geta þurft að ávarpa eitthvað sem bara óþægilegt. Og það getur vel verið að spámenn hafi í einhverjum tilfellum óttast líf sitt þegar þeir töluðu einhverja viðvörun inn í líf konunga sem höfðu öll völd. Þeir tóku ákveðin séns. En framar ber að hlýða Guði en mönnum. Og þeir vissu hverjum þeir voru sendir til að þjóna. Natan hann fer til Batsebu, eiginkonu Davíðs, konunar sem Davíð tók frá manninum sem hann átti ekki. Og það var ekki bara það að hann hafi sængað hjá konu sem hann átti ekki, heldur sendir hann mannin hennar í fremstu víglínu til þess að hann falli í stríði, til þess að komist ekki upp að hann hafði barnað hana. Hann ætlaði að sópa þess undir teppið. En Guð elskaði hann nógu mikið til þess að fletta ofan af því sem hann ætlaði að hilma yfir. Stundum gerir Guð það í kærleika sínum. Og þegar það gerist þá sjáum við ekkert endilega alltaf að þetta sé eitthvað sem verður okkur til góðs. En Guð vill að við höfum ekki neitt að fela. Við eigum ekki að þurfa að hafa neitt að fela. Og Natan sem sagt fer til Batsebu sem var mamma Salomons og Natan segir við Batsebu, segðu mér, var ekki Davíð búinn að lofa því að Salomon ætti að verða konungur? Og hún segir, jú, hafa hann að lofa því. Og þá segir hann, af hverju þá Adonía orðin konungur? Og hún að sjálfsögðu hafði ekki hugmyndu það, hún var ekki mamma hans. Svo segir Natan við hana, til þess að bjarga lífi þínu og lífi Salomons, þá verður að fara og tala við Davíð. Þú verður að fara og segja honum þetta. Davíð var orðin gamall, Davíð var orðin veikur og hann vissi þetta ekki. Það voru margir sem voru stungnir í bakið. Það var farið á bak við marga. Og Batseba fer til Davíðs og spyr hann, er það ekki rétt munað hjá mér að þú hafir lofað því, þú hafir heitið því að Salomon ætti að verða konungur eftir þig? Og Davíð segir, jú, það er rétt. Svo kemur Natan rétt á eftir Batsebu, bara svona rétt eins og það sé eitthvað tilviljun að hann hafa átt leið þarna framhjá og hann kemur og staðfestir orð Batsebu og hann segir við Davíð, ef það að velja Adonía sem konung var þín ákvörðun, af hverju ertu þá ekki búin að tilkynna það? Hann segir ekki, það er eitthvað plott í gangi,
hann spyr bara rétt eins og þegar hann fer og segir söguna, það voru 2 menn í einhverri borg, þá kemur hann og segir Davíð, ef þú hefur ætlað þér að gera Adonía að konungi, hefði þá ekki verið rétt að tilkynna það bara opinberlega? Af hverju veit enginn okkar í þínum innsta hring af þessu? Af hverju sagður okkur þetta ekki? Og þá segir Davíð, Salómon á að verða konungur. Og Davíð bara þennan dag, þá ákveður hann að Salómon verði smurður til konungs og hann settur á baka á einhverju múldýri sem Davíð átti og hann sest í hásæti Salómons. Á sama tíma þá einhver rosa veisla í húsi Adonai og allt í einu heyra þau einhver læti frá borginni og það einhver sem segir, býtu, hvaða óró þetta í borginni? Það var Jóab, hershöfðingi, sem segir, hvað af hverju svona einhver ókyrrð í borginni? Og þá kemur maður og segir, Davíð hefur gert Salómon að konungi. Og hversu vandræðalegt var það ekki fyrir veislugesti sem voru að fagna einhverjum manni sem var sjálfur búinn að gera sig að konungi, og svo segir í reikningunni að bara veislugestirnir, þeir bara tíndust burt einn af öðrum. Maður svona sér þetta alveg fyrir sér, við skulum bara svona láta okkur hverfa héðan, þetta eitthvað mjög vandræðalegt. Og þetta var algjör niðurlæging fyrir Adonai. Það mun alltaf verða til fólk sem fer af stað í sínum eigin mætti. Og þegar maður les áfram þessa sögu, þetta alveg stórmerkileg saga, þegar maður les áfram þessa sögu, þá segir Adonai í öðrum kafla fyrir konungabókar, mér bar konungdómurinn og allur Ísrael hafði augastað á mér sem konungi. Það vildi bara svo óheppilega til að drottinn hafði aðra skoðun. Og ef þessi maður hefði orðið konungur, það hefði kostað alveg stórkostlegt tjón. Og ritningin segir að Salómon, hann hafi verið vitrasti maður sem uppi hefur verið. Hvar hefði ríkið verið statt ef það hefði ekki einhver haft hugrekki til að verða uppljóstrari? Ef það hefði ekki verið einhver sem var nógu lítið meðvirkur til þess að bíta á jaxlinn og segja, það eitthvað ekki rétt hér. Það eitthvað ekki í lagi hér. Stundum heldur fólk að ritningin, að Gamla testamentið eigi ekkert erindi til okkar í dag. Svona sögur að gerast aftur og aftur. Svona atburðir að gerast aftur og aftur. Og það athyglisvert þegar við lesum þegar við lesum 3. Jóhannesarbréf í Nýja testamentinu. Þá búið að stofna frumkirkjuna. Þá segir Jóhannes postuli í 9. versi, ég hef ritað nokkuð til safnaðarins. Þeir voru alltaf að skrifa sendibréf, það voru ekki til Messenger og þetta var svona, þeir þurftu alltaf að hafa fyrir því að skrifa bréf og það voru ekki einu sinni til frímerki eða póstþjónusta, það þurftu einhver að hlaupa með eða ferðast með bréfin langa vegalengd. Og Jóhannes segir, ég hef ritað nokkuð til safnaðarins, en Díótrefes sem vill vera fremstur meðal þeirra tekur ekki mark á mér. Svo segir hann, þess vegna ætla ég, ef ég kem, að benda á gjörðir hans, hvernig hann lætur ófræja mig með ljótum orðum. Þetta í frumkirkjunni. Þetta á fyrstu dögum Nýja testamentisins. Þar einhver maður sem vill vera fremstur. Hann tekur ekki á móti Jóhannesi. Og nú spyr ég, býtu, hvaða maður var það sem hann tók ekki á móti? Það var lærisveitnin sem Jesús elskaði. Það var lærisveitn sem var á ummyndunarfjallinu með Jesú og fékk að sjá Móse og Elía á tali við hann. Það var lærisveitnin sem var við krossinn þegar Jesús var krossfestur. Og hann hætti lífi sínu, hann fór ekki neitt.
Hann hafði ekki hugmynd hvort hann yrði handtekinn eins og Jesús. Hann var lærisveitnin sem Jesús sagði við, nú hún móðir þín. Þegar María stóð niður brotin við krossin, þá segir hann við Jóhannes, nú hún móðir þín. Og hann segir við Maríu, nú hann sonur þinn. Og þetta var lærisveitnin sem skrifaði opinberunarbókina. Þetta lærisveitnin sem átti svo ótrúlega andlega fjársjóði, gekk með Guði á hverjum degi, hafði varið lífi sínu fyrir boðun fagnaðarerindisins, og allt í einu komin einhver maður sem bara tekur ekki á móti þessu manni. Hvers andi var það? Hvaða andi var á bakvið það? Því meira sem við biðjum, því augljósari verður barátta góðs og ills í veröldinni. Og nú skal höfðingja þessa heims útkastað. Það sem við vitum það sem Jesús sagði. Hann sagði, þjófurinn kemur bara til þess að stela, slátra og eyða. Jesús kom til þess að við hefðum líf, og líf í fullri gnægð. Óvinurinn starfar í leyndum. Óvinurinn starfar í myrkrinu. Ef það eitthvað sem þolir ekki dagsljósið, þá ættum við að íhuga, þetta örugglega frá Guði? Vissulega hefur allt sinn tíma, en þegar fólk að plotta á bak við tjöldin, þegar fólk að gera eitthvað í myrkrinu, þá ættum við að hugsa hvaða andi á bak við þetta, og til hvaða tjóns mun það leiða ef ég gæti mín ekki, af því að við þurfum öll að passa okkur. Þegar Pétur hafði afneitað Jesú 3 og Jesús birtist Pétri upprisinn, segir 3 við hann, elskaru mig, og segir svo við hann hvað bíði hans, þá bendir Pétur á annan lærisvein sem var sennilega Jóhannes og segir, hvað þennan? Og þá segir Jesús, hvað varðar þig það? Fylg þú mér. Og þetta það sem við þurfum að vera upptekin af. Við eigum ekki að vera upptekin af áætlun Guðs fyrir einhverja aðra og vilja vera nákvæmlega í því embætti að þeirri stöðu sem þeir eru í. Þú veist, hvað varðar okkur það? Við þurfum að vera á réttum stað á réttum tíma. Jesús sagði, fylg þú mér. Ég hef kallað þig til fylgdar við mig. Vertu heill, fylgdu mér. Ég man ekki hvort það var á síðustu samkomu og samkomunni þar og undan sem ég talaði, ég held að vera þegar ég talaði hérna síðast. Þá sagði ég sögu, ég kom hérna inn í salinn einhvern tímann á miðvikudags, þriðjudags eða miðvikudagskvöldi og það var svo ofboðslega vond lykt hérna inni og þið muni kannski þessa sögu. Og það hafði einhver skilið eftir einhverja matarafganga eða eitthvað sem höfðu bara úldnað og það var loftað út. Þegar það eitthvað að mygla í kringum okkur eða úldna, þá þurfum við að rífa það upp með rótum og við þurfum að koma því út. Það ekki nóg að lofta út. Það ekki nóg að koma með eitthvað ylvatn eða eitthvað lyktareyðandi. Við þurfum að taka illgresið upp með rótum og koma því út. Og það getur bara verið erfitt og það getur verið sárt og það getur kostað hugrekki. En þegar þetta snýst fólk, það það sem svolítið snúið. Þetta væri ekkert máli, það væri ekki allt þetta fólk alltaf í kringum okkur. En af því að við viljum ekki vera vond og við viljum ekki særa neitt og við viljum ekki móðga. En þegar við lesum ritninguna og þegar við sjáum hversu miklu máli heiðarleikin skiptir. Og ég meina okkur getur öllum orðið á. En það að bregðast við eins og Davíð þegar okkur bent á að fara ekki í vörn, að skoða hjart okkar og biðja Guð ekki taka heilagan anda frá mér. Viltu gefa bara ekki taka heilagan anda frá mér? Ég
veit að það barátta góðs og ills í heiminum. Og það eins og Þorgerður kom hérna inn á áðan að stundum líður fólki illa og það verður ekki hugmynd af hverju. Stundum þetta barátta og þegar maður bara að maður óvinn þá getur maður beðið inn í þessar kringumstæður. En ég veit enga aðra leið til að brjóta niður verk óvinarins en bænina og föstuna og að standa á Guðs orði. Og það það við notum andleg vopn í andlegu stríði. Það leiðin sem við förum í 1. Jóhannesarbréfi 3:8, seinni partur versins, þar segir: til þess birtist Guðs sonur að hann skyldi brjóta niður verk óvinarins. Óvinurinn reynir að reisa sér vígi í líf okkar. Hann reynir að reisa sér vígi allt í kringum okkur. Og þegar vígin brotin niður, þá ókyrrist hann. Þá hriktir í einhverju. Hann þolir ekki ljósið, hann þolir ekki, hann veit að hann hefur tapað fyrir Jesú. Hann veit að höfðingja þessa heims mun verða útkastað. Og mætti það verða í líf okkar allra og mig langar til þess að við endum þessa stund á kröftugri andlegri bæn gegn vígi óvinarins í lífi þeirra sem hér eru í dag. Og ef þú ert að berjast við, ef það einhver togstreita í lífið þínu, eða ef þú ert bara í baráttu, þú veist hvað rétt og þú einhverja hluta vegna rennur alltaf til eða bara átt ekki sigurinn, þá brjótum við niður verk óvinarins hér í dag. Og mig langar að biðja ykkur að standa á fætur. Jesús, 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 Jesús. Ég þakka þér fyrir Jesús að þú ert hér. Ég lýsi því yfir að þú ert herra himins og jarðar. Þú ert konungur konunga og þú ert drottin drottna. Ég ákalla blóðið þitt yfir okkur og ég bind allt Satans vald í Jesú nafni. Ég bið þess Jesús, þú komst til að setja fangana frjálsa. Ég bið þess Jesús að þeir sem eru bundnir hér í dag, þeir megi verða frjálsir í Jesú nafni. Og ég segi við þig, Satan, vík burt í Jesú nafni. Við brjótum niður sérhvert vígi óvinarins, sérhvert vald sem hreykir sér gegn þekkingun á sannleikanum. Við tökum vald yfir því og við brjótum það niður og við köstum því burt í Jesú nafni. Við rífum það upp með rótum og við komum því út í Jesú nafni. Ég ákalla blóðið þitt yfir okkur, ég ákalla blóðið þitt Jesús yfir fjölskyldunar okkar, yfir landið okkar og ég bið þess Jesús minna í dag, þá megi verða gegnum brot á landin okkar í Jesú nafni. Ég bið þess Jesús að þú leysir þá sem eru fjötraðir, þú leysir fólk undan fíkn, þú læknir þá sem eru sjúkir, þú leysir þá sem eru bundnir af illum öndum eða hvað að plaga fólk í Jesú nafni. Við rekum allt illt í burtu í Jesú nafni og ég bið þess Jesús að þegar óvinurinn reynir að lauma sér inn í hús Guðs, þá bið ég þess Jesús að þú gefur á sérhverjum tíma, þá megi vera spámenn, þá megi vera fólk, andans fyllt fólk sem hefur hugrekki til þess að brjóta niður verk óvinarins, til þess að fletta ofan af því sem í myrkrinu hulið og fylgja vegi sannleikans í Jesú nafni fyrir blóð Jesú Krists. Ég þakka þér fyrir Jesús að við förum frjáls héðan út í dag. Ég þakka þér fyrir Jesús að þú ert hér og ég þakka þér fyrir tímann sem framundan. Þinn mátturinn og þín dýrðin í Jesú nafni. Amen, amen, amen.